sinni, Vísindabók Villa, Geimurinn og geimferðir. Svo kom út Stjörnuskoðun fyrir alla, fjölskylduna árið 2016 og Geimverur leitin að lífi í geimnum 2017 og síðast bókin Svarthol. Já, hvað gerist þau þetta ofan í? Ég þori ekki að lesa þessa bók, Sævar. Það eru allar vinsælar á bókasöfnum landsins og vertu bara innilega velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér að koma og fjalla mál sem ofta ekkert rosalega svona kannski hressandi og upplífgandi. En skulum samt gera það besta við að gera þau þokkalega upplífgandi. Það er eitthvað bætist við frá þessari lýsingu og það er að ég vinn líka fyrir Umhverfisstofnun. Þar sem ég hópi að teymi loftslags- og loftgæða og hringrásarhagkerfis, þess að þetta áður grænt samfélag. Þannig að það er óhætt að segja lífið allavega hverfist svolítið það að fjalla umhverfismál þessa dagana og stundum vill maður eiginlega bara brotna niður og svona til hvers þegar maður sér ekkert breytast eins og kannski finnið og sjáið. En svo fær maður stundum einhverja svona vítamínsprautu. Já, þetta er ekki til einskis, það er einhver ástæða bak við. Ég ætla bara kannski í gegnum aðeins. Og byrjum bara að varpa þessum spurningum. Þess að ég þykist viss það að þið fáið í heimsókn til ykkar börn á unga aldri með foreldrum sínum að taka einhverja skemmtilega bækur allt milli himins og jarðar. Það verður barn sem byrjar núna í fyrsta bekk, haustið 2021, kannski barn á barn eða eitthvað svoleiðis svona. Gamalt árið 2093. Einhver sem er snöggur að reikna það? 78 ára. Já, af hverju þessi tala? Það er forseta Bandaríkjanna árið 2093. Þannig að framtíðin er í höndum okkar núna, ekki satt. Og þessi maður ásamt mörgum öðrum ráðamönnum heimsins eru auðvitað svolítið að hafa mikil áhrif á framtíð þessum barns vegna þess að það sem við gerum núna í dag kemur til með að hafa áhrif á þau í lok aldarinnar en líka börnin þeirra og barnabörnin þeirra sem þá eru það fædd. Þannig að það er mikil ábyrgð sem hvílir okkar herðum núna þegar styttist í kosningar. Það er ekkert ástæðulausu að það er verið að setja þessi mál í brennidepil og það sést alveg hverjir hafa undirbúið sig og eru með þessi mál á oddinum og hverjir ekki. Og það besta, ég ætla bara að segja það hér nú, það besta sem einstaklingur geta gert í loftslagsmálum er að kjósa. Það er bara lang áhrifaríkasta aðgerðin sem einstaklingar geta gert. Við nefnilega höfum á hverjum einasta degi kemur olía við sögu og ég ætla að komast aðeins að því eftir augnablik, en það er nefnilega staðreynd að jörðin okkar að hlýna og hún hlýnar rosalega hratt. Ef ég hefði verið með minn eigin makka þá væri þetta á hreyfingu. Þetta er svona vídeó sem sýnir okkur hvernig meðalhitastigi jarðar hefur hækkað rúmlega gráðu á bara það bil 100 árum. Og nú er ég með bakgrunn í jarðfræði og stjörnufræði og þegar maður kynnist sögu jarðar þá kemur ljós að svona hraðar breytingar, þær eiga sér ekkert stað við svona eðlilegar aðstæður. Það er alltaf einhverjar gífurlegar hamfarir að eiga sér stað þegar jörðin breytist svona rosalega hratt. Það er einhver risa eldgos sem ekki er eitt eldgos, þetta er eldgos að hreina út alla jörð í nokkur þúsund ár, en ekki bara á 100 árum. Það er einhver risa árekstur, smástirni eða halastjörni við okkur sem að síðan leiðir til þess að stór hluti lífs á jörðinni deyr út. Ég ætla ekki að spá dómstag hérna, því það er ekki dómstag framundan, við höfum þetta allt í okkar eigin höndum, en fingur fyrir okkur út allt og við vitum að þetta er okkur að kenna. Það er efnafræðileg fingraför í koldíoxíðinu sem myndast ef við brennum bensínið okkar og kolefni okkar. Bara það er öðruvísi kolefni heldur en kolefni sem er í eðlilegri hringrás. Þannig að hvert sem litið er okkar eigin fingraför eru á þessu, þetta er okkur að kenna, það er bara staðreynd. Og ástæðan er bara svo, við brennum svo miklu jarðefni eldsneyti, kolum, olíu og gasi til að knýja samfélagið okkar. Og ef maður setja okkar bruna í eitthvað samhengi, já, það er eldgos í gangi að það er í hléi núna, hérna á Reykjanesi og mannkynið sjálft, það er að segja, eða spólum tilbaka, það þyrfti 50.000 slík eldgos að vera í gangi allan daginn, allt árið umkring, ár eftir ár, til þess að jafna losun manna á ári. 50.000 eldgos. En eldgosin stoppa, en bruni mannsins heldur bara áfram. Og þetta er náttúrulega sá bruni sem við notum til þess að bara byggja húsin okkar, til að framleiða mat, til þess að framleiða bíla, til að koma okkur á milli staða, til þess að framleiða rafmagn með hita. Þannig með öðrum orðum, við þurfum að breyta eiginlega öllu og það er þetta frábært. Af því þá höfum við tækifæri til að gera heiminn miklu betri. Af því að olía kemur við sögu í okkur á hverjum degi, þegar komið hingað væntanlega flesta engir karlar í
Já, ok. Mjög fáir. Ok, þið komum vantilega flestar á bílum hingað í dag, ekki? Þið eigið bara heima hér og það er ekki satt. Ok, bara... sem var náttúrulega frábært. Þegar þið burstuð tennurnar í morgun, þá notuðu þið tannbursta úr plasti, sannlega flest, eða bambus. Ef þið notuðu bambus, þá var það bambusin unnin með hjálp. Bandaríkjunum gerir og hvað fólk á Íslandi gerir, eins og í Kína og Indlandi. Þetta er bara allt sami staður. Og mér finnst það stundum ég myndi vanta, það er svona jarðarsýn eða svona heimsýn sem að geti hjálpað okkur vonandi að leysa vandann. En fólk í dag er sem sagt farið að upplifa áhrif hlýnunar á tjón og sumir kannski stundum að þetta skiptir einhver máli, þetta kom ekkert við mig að þetta tjón einhvers staðar annars staðar í heiminum. En þegar við vorum að gera þættinn okkur núna, hvað getum við gert? Þá sem sagt komst ég að því að tryggingafélög baktryggja sig hjá öðrum tryggingafélögum, til dæmis í Evrópu og Bandaríkjunum. Þannig að þegar það verður tjón í Bandaríkjunum og Evrópu, þá bitnar það okkur líka hér og hækkar okkar eigin iðgjöld. Þannig að við finnum fyrir hlutinni sjálf. Þannig að þetta er sem sagt okkar sameiginlega vandamál þegar við ætlum að reyna að leysa þetta. Þurrkar verða tíðari. Þetta erum við bara fann að sjá, þeir verða líka lengri og heitari. Það verður meiri eldsmatur til þegar verið er að þurrka upp ákveðin svæði. Það verður erfiðara að framleiða mat, matvælaverð hækkar. Þannig birtingarmyndir loftslagsbreytinga. Þetta er ekki þannig að við munum öll deyja, heldur bara að þetta hefur áhrif á infrastruktúruna okkar og þetta hefur áhrif á það hvar fólk getur búið. Seinast þegar það eru svona miklar breytingar á jörðinni, þá flúði fólk þessar breytingar, fór eitthvað annað og þá voru ekki 10 milljarðar manna á jörðinni. Við erum öll að fara að deyja út af þeim. Fólk er þegar byrjað að deyja út af þeim. Það er óhættið þá að lenda í öfgakenndu veðurfari. Við erum ótrúlega heppin að búa í Íslandi að því leytinu til að þessi áhrif munu hafa ýta okkur aðeins vægar heldur en fólk sem býr til dæmis í Afríku, sem er fátækara og hefur miklu minna til sakar unni heldur en nokkurn tíma við Vesturlandabúar. Af því að við Vesturlandabúar erum langstærsti losunaraðili heimsins og höfum verið það sögulega. Þannig að við erum þegar byrjuð að sjá afleiðingar af 1 gráðu hlýnunar á mannavöldum. Og getum við ímyndað okkur fram til nemenda svona, ef maður reynir að setja þetta á svona persónulegt level. En ótrúlegt með virðast, þá er samt ástæða til bjartsýni og það er náttúrulega kosturinn við þetta vandamál. Þetta er vandamáli manngert og við getum auðvitað leyst þessu manngerða vandamál. Það væri glatað að það væri 50.000 eldfjöll spúandi tíði. En við getum breytt þessu öllu og það er til mikils að vinna. Það er allt og erfitt að skipta orkugjafa í einu þessu. Það er ótrúlega erfitt, en við getum það samt sem áður alveg. Og framtíðin sem við byggjum verður framtíð þá með hreinna lofti, hreinna vatni, jafnvel meiri hreyfingu, heilbrigðara vistkerfi sem þýðir hreinni og betri matvæli. Og ég veit ekki mingur en mér langar þangað sko. Af því að í gær var alþjóðlegur dagur hreins lofts, ég veit ekki hvort hann fór sennilega fram hjá okkur öllum, en það er 90% af mannkyninu andar að sér óhreinu lofti. Og óhreint loft sem er á mestu leyti vegna bruna okkar á jarðefnaeldsneyti veldur dauðsföllum sem er kannski 7–11 milljónir manna heim allan. Þetta rýrir lífsgæði, þannig að það er fullt af mikils að vinna að breyta. Við höfum líka dæmi úr sögunni þar sem við höfum áður leyst erfiða umhverfisvá. Dettur ykkur eitthvað í hug af því sem við höfum lagað. Okkur hefur tekist að finna bug á. Allt horfið bara. Það hægt að brenna kol og svona. Já, það breytir nú heldur betur. Og reglur sem voru settir í koliðnaði, sem ríkisvaldið setti fyrir koliðnaðinn,
leiddi til þess til dæmis að súrt regn ekki lengur jafn mikið vandamál eins og var. Upplifið þið einhvern tímann svona kvíða, einhvern svona heimsenda eða ótta? Ég held að allar kynslóðir tengi við það, ekki? Þú veist, maður ekki verið eftir ósónkvíðanum og heimsstyrjaldakvíðanum, kaldstríðskvíðanum, kjarnorkumálið, akkurat. Þannig einhvern veginn, allar kynslóðir þekki einhvern svona kvíða eða einhvern svona vá, en gerðist eitthvað? Nei, en af hverju ekki? Já, heldur betur, sko. En af hverju gerðist ekki neitt svona hræðilegra heldur en þá allavega Tjernobyl, sem er vissulega hræðilegt. En var það ekki bara eftir tókum vandamálunni? Við gerðum eitthvað til þess að koma í veg fyrir hræðilega hluti. Til dæmis okkur tókst að hreinsa vatnið. Það voru lengi vel engar reglur hvað mátti henda út í fljót og stöðuvatnina, bara sérstaklega á Vesturlöndum. Það sums staðar ennþá annars staðar í heiminum, svona. En þetta fræg ljósmynd frá Ohio í Bandaríkjunum af fljóti sem heitir Cuyahoga og það einn góðan veðurdag árið 1969 kviknaði í fljótinu. Þarna rétt hjá voru eiturefnaverksmiðjur sem voru bara að dæla öllu drastinu sín út í fljótið. Það náttúrulega drap allt lífríkið í fljótinu en fólk kveikti ekkert á perunni fyrr en að það kviknaði í fljótinu. Þá allt í einu, já, þetta er vandamál. Og þá voru settar reglur, sem að hreinsaði vatnið. Komum veg fyrir að þetta mætti gera. Hjá okkur þá náttúrulega hendum við ruslið það út í árnar og út í sjóinn. Og bara í dag má það ekki lengur. Okkur tókst líka að hreinsa loftið. Er ekki hérna einhver sem hafa verið horft á Crown á Netflix? Man eftir þættinum þar sem að Churchill er staddur í miðri þokunni eða mistrunni sem að lagðist yfir London árið 1952 ef ég man rétt. Þetta er þess alveg ljósmynd frá þeim tíma. Þetta var svona dögum saman og það 12.000 manns stóðu beinlínis bara út af þessari mengun. Eftir þetta var tekið á hondanum. Ríkisvaldið setti reglur sem að gerði fyrirtækjum erfitt fyrir að spúa allu eitrinu beint út í andrúmsloftið. Þannig að það var ábyrgðin sett náttúrulega fyrirtæki og til þess að laga þetta. Og það tókst. Loftið okkar líka fyrir vikið. En svo kannski það sem er mest vert er að okkur tókst að koma í veg fyrir gjöreyðingu ósonlagsins. Þess að uppgötvuðu það að efni sem við settum í úðabrúsuna og ísskápana okkar að þau streymdu í himinin, komust upp í svona 12, 13, 14, 15 km hæð, komu í veg fyrir það að óson gat myndast. Og óson er alltaf bara náttúruleg sólarvörn jarðarinnar. Ef jörðin hefði ekki óson, en það er augljóst að það ekki við. En við uppgötvuðum þetta vandamál og þar var hlustað á vísindamenn. Þar var bara ákveðið að banna ósoneyðandi efni. Það bara mátti ekki setja það lengur inn í ísskápa. Hvað gerir markaðurinn? Markaðurinn brást bara við með því að finna upp önnur efni sem mynda ekki ósoni. Þannig að taka eftir einhver svona trendi. Við höfum list fullt af málum en það hefur alltaf gerst með hjálp þess að setja reglur. Og markaðurinn svo bara fylgt eftir með einhverju lausnir sem að gera lífið annarkvort þægilegra eða erfiðara, whatever. Þannig að það er ekki eftir neina bíða. Við getum bara vissulega list þetta ef við bara viljum. Þetta er bara dæmi frábæran alþjóðasamning sem virkaði. Af því að þetta hefur líka komið í veg fyrir gróðurhúsalofttegundir sem að streymdu líka og með þessu hækki hittist þið ennþá meira á jörðinni. Þannig að þetta er líka loftslagsávinningur af þessu banni. En allavega, svo hvað þurfum við að gera til þess að komast inn í frábæra framtíð? Við þurfum að vera gagnrýnt. Við þurfum að koma auðvitað það þegar fólk er að reyna að afvegaleiða okkur. Þegar fólk er að reyna að segja okkur það að rafbílarnir okkar eru miklu óumhverfisvænni heldur en bensínbílar. Það er bara ekki satt. Það er ekki sem hagað því að segja það að svo séu mýtur sem eru á lofti eins og við þekkjum öll sem eru. Til dæmis á rafbílar. Rafbílar í Íslandi eru alltaf umhverfisvænni heldur en bensín- og dísilbílar. Það er bara því að við framleiðum rafbílinn á frekar vistvænan hátt eða ekki. En það heyrist þó líka að, ok, við ætlum að rafbílavæða heiminn og það líka breyta orkukerfi heimsins. Því að samgöngur í heiminum er kannski 15% af heildarlosun. Þannig að ætlum bara að fókusa á samgöngutækin, en það er 85% eftir. Þannig að það þarf alltaf að haldast í hendur. Það að banna notkun einnota plasti verður að eiga sér stað á sama tíma og við tökum á svartolíubruna og allt þetta. Það er verið að gera það sem svo. En það er fólk sem alltaf verið að reyna að afvegaleiða okkur, til dæmis að varpa ábyrgðina á einstaklinga, hafi tekið eftir stundum fréttum sem birtast annarsleysi, farið styttra í sturtu eða sendu fara í tölvupósta eða horfðu minna á Netflix eða svoleiðis. Þú tekur saman áhrifin þessu
svona peanuts í samanburði við stóru póstana sem þarf að taka á. Þannig að horfa fram hér inn á fókus stóru punktina. Vera skapandi, það náttúrulega það sem kannski mest spennandi. Það að finna nýjar lausnir við vandamálunum, lausnir sem við kannski vitum ekki ennþá eru til, en þarna að virkja hugvitið. Ég sannfærður það að það sé lykilatriði að virkja hugvitið með því að náttúrulega lesa fjölbreytt, það ekki? Þú veist, bæði að lesa skáldskap og ævisögur og fræðibækur, bara geta tengt saman 2 og 2 svona. Hérna eru krakkar að halda á grjóti, basaltgrjóti sem eru komið upp á Reykjanesi og inni því eru holrými, þannig að blöðrur. Þetta holrými er eins og svissneskur ostur og núna þessa stundina er verið að opna verkefni á Hellisheiði þar sem er verið að soga koldíoxíð úr andrúmsloftinu, dæla því ofan í jörðina og láta það steinrennast inn í þessum svissneska osti. Það er eins og svissneskt fyrirtæki sem er að gera þetta með hjálp Íslendinga. Og þetta er bara brilljant, þetta eru vísindamenn á mínum aldri, þetta er bara vinir mínir úr jarðfræðinni í háskólanum sem eru að vinna að þessu. Og mér finnst það frábært að fá að sjá unga kynslóð koma með nýjar hugmyndir til að reyna að breyta heiminum og laga til. En það þarf að gera miklu meira það að sjálfsögðu. Við þurfum alltaf að vinna saman að öllum þessum lausnum og bara Ísland og Sviss að vinna saman að því, af hverju ekki Sviss? Jú, Sviss hefur ekki aðgang að endurnýjanlegri orku eins og við höfum. Það er minna vatni til þess að nýta í þetta orkukrefjandi ferli. Þannig að samvinna þjóða er algjört lykilatriði, en ekki bara samvinna þjóða, en líka bara einstaklinga og fyrirtækja. Þvert yfir heimsálfur og landamæri. Og til að efla náttúrulæsi. Ég flutti í þetta hverfi, bý hérna rétt fyrir ofan, þannig ég lét mig renna niður á hjólinu áðan, þurfti ekki eins og nota pedalana, en þú veist það dásamlegasta við að búa í þessu hverfi, nálægðin við heiðmörk. Geta farið röltum bara í trjánum og tengt sveppina þess vegna á leiðinni, berin allt saman, reynt að læra hvað þessi blessuðu tré heita og velta svo stundum fyrir sig, af hverju eru mismunandi tré? Af hverju er ekki bara til ein tegund af tré? Hafið þið veltið ykkur tíma fyrir ykkur? Nei, það er svona einhvern veginn svo stóru spurningar sem kveikja forvitni eða ekki. Sem að spyrja af hverju, af hverju er þetta svona en ekki hins einn? Og ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig maður eflir náttúrulæsi, en fyrir mér lykilatriði að fara út í náttúruna eða ekki. Bara læra að snerta hana og hlusta á hana og finna lyktina af henni og leggjast á hana, finna áferðina. Nota einhvern veginn öll skilningavit í að upplifa náttúruna, fara út í myrkrið. Því að ég ætla að segja ykkur frá einni umhverfisvá sem að fáir vita er umhverfisvá en er það samt, það er skortur úr myrkri. Þannig að við erum búin að lýsa nóttina okkur upp svo mikið að það er að hafa áhrif á fuglategundir, skordýrategundir, en okkur sjálf líka, það er að raska líkamsklukkunni okkar sem veldur því að við sofum verr og þegar við sofum verr þá erum við kannski ekki jafn góð í og líður ekki jafn vel líkamlega og andlega. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum ekki að segja að slökkva öllum ljósunum á næturnar en bara að laga lýsinguna líka. En mér varpa þessi spurningu ykkur, hvernig dettur ykkur í huga að efla náttúrulæsi? Því ég fór í gegnum jarðfræði í háskóla þá fórum við í sárafáar svona feltferðir, þar að segja við fórum sára sjaldan út til þess að skoða það sem maður læri í kennslubókum. Ég las ferlinn það sem til dæmis jöklar eru að móta landið. Ég hefði örugglega fengið miklu meira út úr því með því að fara bara og sjá áhrifin sem jöklin hafa á landið. Og hverju vorum kennt? Jú, það er bara ekki til peningar til þess að fara með nemendur út að skoða. Og mér finnst það frekar dapurlegt, Þannig að fara með krakkan út og leyfa þeim að leika sér í náttúrunni, tína sveppi og eitthvað annað. Auka virðingu og samkennd. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er frábær leið til þess. Og líka bara náttúrulega lestur fjölbreyttra bóka. Þar sem þú opnar einhvern veginn aðra menningarheima. Maður lærir svona, sýna öðrum virðingu, sýna öðrum samkennd, tengjast við fólki sem er í Afganistan núna að flýja einhverja ógnarstjórn og svona. Maður lærir þetta ekki nema maður fylgist með og lesi fjölbreyttir svona. Með heimsmarkmiðin, ég veit ekki hvort að bókasöfn getur tileinkað sér þau að einhverju leyti en kannski er það hægt. Mér finnst þetta alltaf svo áhugavert til að fyrirtæki eru að tileinkað sér einhver heimsmarkmið og það gleyma alltaf grunninum, eða ekki? Og því hver er grunnurinn af því að við erum hérna? Það er ekki hreint loft og hreint vatn. Af því það er grunnurinn af matvælunum okkar. Og grunnurinn er bara öllu öðru. Þannig að við getum einhvern veginn ekki tekið bara eitt og eitt markmið út og ég ætla bara að fókusa á þetta. Þetta er allt saman, hangir saman. En við þurfum bara að gera svona miklu meira heldur en bara að plokka og nota minna plast. Umhverfisumræða á Íslandi hverfist oft svolítið mikið
að ég sé að flokka ruslið mitt og ég sé rosalega umhverfisvænt þar af leiðandi. En við þurfum að ýta til þess að sveitarfélögin að þau safni saman lífrænisvarpi sem stór hluti af losun okkar á Íslandi. Að þegar við flokkum ekki lífrænisvarpið okkar, þá bara brotna það niður og mynda metan, streymir upp í loftið. Við þurfum að hvetja stjórnvöld til þess að gera manni auðveldara fyrir að ferðast á vistvænni faramótum milli staða. Þegar ég hjóla hér á eftir, héðan og inn í Umhverfisstofnun, þá þarf ég að fara 2 kílómetra lengri leið heldur en bíl. Af hverju? Af hverju þarf ég alltaf að leggja lykkjur á leið mína þegar ég er á hjóli en ekki bíl? Ef þið þurftu að keyra hérna í gegnum hraunið, hafið þið farið hérna í gegnum hraunið? Ég hugsa ykkur veginum eða svona. Hversu brjálaðir bílstjórarnir væru. En af hverju eru hjólastígar byggðir þannig en ekki hérna gullna fyrir bílana? Ég skil þig ekki. En það má laga það. Það kemur. Það kemur, já. Þetta er svona í þessu stað. Þetta er svona þegar maður verður pirrandi, mér langar að hjóla, mér líður alltaf svo vel þegar ég hjóla, sérstaklega fram hjá umferðinni. Hún bara það er fyrir stopp. Þið þekkið þetta. En einhvern veginn er alltaf verið að leggja vörður á ferðalag fólks á hjóli. Svo þegar maður til Hollands og Danmerkur þar sem búið að skera þetta almennilega, bara þetta gæti verið svo miklu betra. Það þarf ekki að vera endilega alveg svo í Hollandi eða Danmörku, en þetta gæti samt verið svo miklu betra. Og fleira, bara þegar maður fyrir í búð, kaupið þið vistvottaðar vörur, reynið að horfa á svaninn og eitthvað svona. Það er ótrúlega mikilvægt, vegna þess að svansvottaðar vörur til dæmis innihalda færri eiturefni og hormónatruflandi efni og færri ofnæmisvaldandi efni. Þannig að með því að fara til búð og kaupa vistvottað efni þá ertu allavega að kjósa með veskinu vörur sem eru betri fyrir umhverfið og þig. Og þannig að stofnunin er alltaf náttúrulega að gera það og ég held að það eigi að gera það ekki, samkvæmt grænuskrifunum í, einmitt. Og ég myndi segja að þið skiptu öllu máli, bara af því að þið eru fullorðna þið hafið kosningarétt sem þið eigið svo sannarlega að nýta, hvað svo sem þið kjósið, en þið líka hafið svo ótrúlega mikil áhrif á núverandi kynslur sem að vaxa úr grasi. Þannig að ábyrgð okkar er talsverð og sem betur fer þá hefur við einmitt fengið í gegnum tíðina að kenna krökkum í skólum út allt land og þau eru bara ótrúlega áhugasöm, en svo gerist eitthvað á ákveðnum aldri þar sem kannski bara líffræðilega maður fer að hugsa út í aðra hluti þegar hormónarnir fara á stjá. En það er líka svolítið eins og áhugi manns náttúrunni dvíni og degi jafnvel. Þegar ég gaf út bókina, stjörnuskoðunarbókina, þá hitti ég oft fólk á miðjumaldri, ég man eftir þessu, ég var með landabréfabókina sem var með stjörnukortin aftast, mér fannst svo gaman að fara út þegar ég var lítill að skoða stjörnurnar. En af hverju ekki í dag? Hvað hefur breyst? Finnið þið sjálf fyrir svona áhuga, dvínandi áhuga einhverju öðru sem maður kannski skilur ekki eða er ennþá þessi svona undrunarneisti í ykkur líka? Já, mér það. Já, gott að því að ég veit ekki þegar ég lýsi þessu, ég fæ bara gæsi og það er svo fallegt, það er svo skemmtilegt sko. Og þetta er líka svo merkilegt, að við séum öll bara með þessa brjálæðislega fallegu plánutu í bakgarðinum sko. Þess vegna finnst mér rosa sorglegt sem íbúi hérna líka að sjá allt rautt hérna í burtu. Ég segja mér. Bara allur gróðurinn farinn og ég veit ekkert hvort að Garðabær ætlar að planta trjám í staðinn. Þetta er tré sem ennþá að binda, ennþá að vaxa. Þau eru ekkert öll orðin full. Að byggja það? Já, einmitt. Fleiri skrifstofubyggingar og eitthvað svona dót sko. En hvað ætlar bærinn að gera til þess að draga úr umhverfisáhrifum þess að byggja hverfið? Sennilega ekki neitt. Og af hverju ekki neitt? Vegna þess að hvorki ég eða aðrir íbúar stöndum upp og gerum athugasemd við það. Þannig að nýta sér það að við búum í lýðræði. Þannig að við skiptum þetta máli. Við þurfum nefnilega að breyta nánast öllu, en þetta er frábært ferðalag og ég er svo innilega sannfærður það að áfangastaðurinn er svo dásamlegur. Þetta er svona fyrirheitnarlandi einhvern veginn fyrir mér. Stað þar sem við erum ekki með jarðefnaeldsneytisbíla, með vondu lyktina sem við finnum á bílastæðum þegar bílarnir eru í gangi. Á vandann, ég ætla að leysa hann því að tæknin þegar til staðar. Það er svona miklu erfiðara einhvern veginn að ráðast á orkukerfi heimsins. Já, ég ætla að breyta kolaorkuverinu hérna í Ohio í Bandaríkjunum. Svolítið. Og þarna er náttúrulega einn áhrifamesta bók sögunnar, Raddir vorsins þagna, þar sem við vorum að nota skordýraeitur í gríðuverk og drepa skordýrin sem voru fæða fuglana. Þannig að þegar skordýrin hurfu, þá hurfu fuglarnir líka. Þannig að bækur svo sannlega hafa
ég var lítill, þá voru þetta bækurnar sem ég tók úr bókasafninu. Ég var skrýtna litla barnið sem maður vildi ekki lesa Lalla ljósastur eða hvað þetta var sem maður þegar ég var yngri, heldur tók ég vísindabækurnar. Og mér fannst það alltaf jafn ótrúlega merkilegt. Til dæmis í Reikistjörnurnar, ég man ennþá eftir myndinni málverki sem var svona maður að ímynda sér líf á Júpíter. Svona einhverjar gaslífverur sem svefum í andrúmslofti sem var bæði ótrúlega ókyrrt og skítkalt. Mér fannst þetta bara svo merkilegt. Bara, vá, gæti það verið í alvörunni að það sé eitthvað líf þar? Örugglega ekki. En, þú veist, af hverju ekki að leita? En það veitir bara svo mikinn innblástur. En þetta leiddi til þess að ég fór að hugsa hlutina, alltaf seinna ekki þegar ég var 8 ára eða 7 ára. Seinna mig bara opnað huga, vá, herri, jörðin er bara svo pínu lítill í svona hinu risastóra samhengi. Og við erum hérna saman. Við stjórnum ekki veðrinu, en við getum svo sannarlega haft áhrif á veðrið. Það þarf ekki nema eitt hús á einu stað til að hafa áhrif á veðrið. Hafið þið labbað niður í Borgartúni, framhjá stóru byggingunum. Þið labbið það bara fínt veður svo allt í einu komið fyrir hornið og fjúkið hérna kvöld, sko. Þannig já, litlu hlutir geta haft áhrif á veðrið, en við getum ekki stjórnað það hins vegar. En við getum aukið áhrifin og svo framvegis. Svo er þetta bara fyrirmynd mín í lífinu, Carl Sagan, sem að tók sér alltaf tíma í að fræða aðra og líka þá hluti sem voru ekkert endilega hans sérsvið. Hann bara hafði rosalega víðtæka þekkingu. Hann var svo góður í því líka að tengja saman hluti sem skipta máli. Setja okkur í eitthvað stærra samhengi, heldur bara svona rörsýnin sem maður hefur þegar maður hefur bara mjög afmarkaða þekkingu á ákveðnu sviði. Þannig að hann tengdi saman sagnfræði og mannfræði, eðlisfræði, efnafræði, líffræði, stærðfræði, stjörnufræði. Allt í svona einn hnapp og mig langar þangað af því það er bara svona heimur verður bara svo miklu merkilegri þegar maður getur sett hann í stærra samhengi. Þannig að við ætlum að snúa á línulegu hagkerfi yfir hringrása hagkerfi, gera heiminn okkar frábæran. Ef þetta er alltaf bara rugl, sem við erum að segja, sem er ekki hverju höfum þú tapað því að breyta heiminn til þess betra? Bara engu. Þannig að það er bara hvort sem er gott að stefna þarna og muna það að krakkarnir sem eru að byrja núna, við erum að taka ákvarðanir framtíð þeirra. Ekki bara framtíð þeirra heldur líka barnanna og barnabarnanna þeirra langt fram á næstu öld. Þannig að við verðum að hafa jákvæð áhrif á framtíðina á þessari fallegu plánetu og hérna eru þættirnir þeir eru inn á netinu, líka á þessari síðu. Þannig að alltaf lítið talað lausnir, af því að náttúrulega vandamálið sjokkar okkur miklu meira en ekki heldur en nokkuð tíma lausnirnar. Þannig að það eru auðvitað að hafa áhrif á okkur.